Síðasta reglan sem við förum yfir í tengslu við margliður þessi svokallaða P á móti Q regla. Hún hljómar svona: ef margliðan P af x jafnt og an sinnum x í enda pluss an mínus 1 sinnum x í veldin n mínus 1 og þannig áfram alveg niður í a1 sinnum x pluss a0 hefur heiltölu stuðla og óstittanlega broti P á móti Q er núllstöð hennar, nú þá gengur talan Q upp í tölunni an og talan P upp í tölunni a0. Og þess vegna þurfum við að taka fram í reglun hvað stuðlarnir heita. Þeir heita semst an minus 1 og svo framvegis alveg niður í a1 og a0. Það sem að númerið samsvarar alltaf veldinu og x-inu, veldinu á breytunni. Þá segjum við semst að talan Q, hún gengur upp í an, semst forystu stuðlunum, og talan P gengur upp í a0. A0 er þá fastinn sem er aftast. Og raun og veru þýðir þetta bara það að ef það er til einhver ræð tala, eins og þessi P á móti Q, eða til einhver ræð tala sem er rót fyrir margliðuna, þá er hægt að finna hana með þessum hætti. Þá hljóta tölurnar sem er í brotinu að vera þættir í a0 og an. Svo höfum við líka sértilfelli af þessari reglu sem er svona að ef margliðan, þið sjáum hún er nákvæmlega eins og hinn nema núna erum við forystustuðul 1. Ef hún hefur heiltölustuðla þá eru einu tölurnar sem getur verið rætur P af x heilar tölur sem ganga upp í tölunni a0. Sem sagt, ef forystustuðlinn er 1 þá getum við ekki haft brot sem rætur P af x, heldur fáum við bara heilar tölur. Og þessar heilu tölur þær eiga allar að ganga upp í fastarum sem er síðast. Við skulum taka dæmi þar sem við notum þessar reglu. Þáttum margliðuna P af x jafnt og 3x í þriðja pluss 4x í öðru mínus 10x pluss 4. Og við byrjum eins og svo oft áður á því að athuga bara hvort að 1 og mínus 1 séu rætur. Við könnum sömu stuðla og fáum út að hún er 1, svo að x jafnt og 1 er ekki rót fyrir P af x. Við semst leggjum bara saman 3 og 4 og mínus 10 og 4 og fáum út sumuna 1. Þannig að x jafnt og 1 getur ekki verið rót. Við tekum líka á víxlsumunni og þá fáum við mínus 3 í staðan fyrir 3 af því að x er í þriðja veldi hér. Skiptum við formerki, fáum mínus 3. Síðan er 4, það stendur við x í öðru veldi. Það er ekki oddatöluveldi þannig að við breytum ekki formerkinu þar. Mínus 10 hins vegar stendur við x í fyrsta veldi. 1 er oddatala þannig að við breytum þessi pluss 10. En 4 hins vegar er fasti og þá breytum við ekki neinu. Pluss 4. Og út úr þessu kemur 15. Þannig að víxlsumma stuðluna er 15 svo að x jafnt og mínus 1 er ekki rót heldur. Þannig að við erum búin að athuga 1 og mínus 1 og það skilaði okkur ekki neinu. Þá þurfum við að athuga hvort við getum fundið einhverja aðra rætur. Og þá notum við þessa P á móti Q reglu. Og þá er það þannig að P-ið er einhver tala sem gengur upp í fastan. Q-ið er einhver tala sem gengur upp í forystustuðlun. Og við getum svona reynt að muna það hvort á nú vera hvoru megin, svo við ruglum ekki saman nefnir og teljara, að P og Q þau snúa saman bökum. P og Q snúa bökum saman. Þannig getum við munað hvort á að vera P og hvort á að vera Q. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða tala P er. Við vitum bara að P er einhver tala sem gengur upp í 4. Þannig að við raun og veru búin til mengi utan P. P getur verið einhver tala sem gengur upp í 4. Þannig að P getur verið pluss mínus 1, pluss mínus 2 eða pluss mínus 4. Fleiri tölur ganga ekki upp í 4. Við getum líka sagt að Q-ið, það er nokkra tölur sem koma til greina varðandi Q-ið.
Q gæti verið 1 eða 3. Við þurfum ekki sérstaklega að velta fyrir okkur plús eða mínus útgáfum af Q-i. Það skiptir aðalega máli að þegar við búum til tölunar P á móti Q, þá fáum við alltaf bæði plús og mínus útgáfnir einn. Núna búum til mengi allra mögulegra samsetninga þar sem við erum með P í teljara og Q í nefnara. Fyrst skulum við bara taka tölunar úr P-inu og deila með Q og deila bara með 1. Þannig að þá geti það verið plús mínus 1, plús mínus 2 eða plús mínus 4. Síðan finnum við líka alla möguleikana þar sem við erum búin að deila með 3. Þannig að það geti verið plús mínus 1 þriði, plús mínus 2 þriði eða plús mínus 4 þriði. Þetta eru allar þær ræðutölur sem eru þannig að teljarinn gangi upp í fastan en nefnarinn gangi upp í forystustuðulinn. Nú skulum við athuga bara hvað við fáum ef við setjum þessar tölur inn. Og byrjum bara, við erum búin að athuga 1 og mínus 1, við gerðum það hér. Þannig að við þurfum ekki að athuga 1 og mínus 1 aftur. Athugum þá bara 2. Setjum inn 2 í staðan fyrir x og þá fáum við 24. Ef við setjum mínus 2 í staðan fyrir x, þá fáum við 16. Við bara gerum þetta tiltölulega hratt bara á reiknivélina og þurfum ekki að sýna mikla millireikninga hér. Könnum bara hvert að fætur öðrum. P af 4 með 220 en P af mínus 4 með mínus 84. P af 1/3 er 11/9 og P af mínus 1/3 eru 22/3. Þannig að engin af þessum tölum 2 mínus 2, 4 mínus 4, 1/3 eða mínus 1/3, engin af þeim er rót. En þegar við setjum 2/3 inn, þá fáum við 0. Og það þýðir að við erum búin að finna rót. Þá þurfum við ekki að athuga hinar tölurnar sem eru eftir. Þannig að mínus 1/3 og 4/3 mínus 4/3, við þurfum ekki að spá í þeim núna. Nú, x jafnt og 2/3 er rót P af x, svo að til er Q af x, þannig að P af x er jafnt og x mínus 2/3 sinnum Q af x og notum skemmri deilingu til að finna Q af x. Setjum stuðlana fyrir P af x í töfluna og 2/3 þarna. 0 kemur þarna á sinn hefðbundna stað og við gerum þetta eins og venjulega. Leggjum saman dálkinn og fáum 3. Margföldum saman 3 og 2/3 og fáum 2. Leggjum saman 4 og 2 og fáum 6. Margföldum saman 6 og 2/3 þá fáum 4. Leggjum saman mínus 10 og 4 og fáum mínus 6. Margföldum saman mínus 6 og 2/3 fáum mínus 4. Leggjum saman mínus 4 og 4 og fáum 0. Þannig að þessi deiling gekk upp. Höfum þá fundið að Q af x er jafnt og 3x í öðru pluss 6x mínus 6 og þá þurfum við að þátta Q af x eins og venjulega. Nú, þetta er annars stigs marglega þannig að við getum sett þetta bara beint í imbu. D, aðgreinirinn, er b í öðru sem er 36 mínus 4 sinnum a sinnum c, það er að segja mínus 4 sinnum 3 sinnum mínus 6, útkominu þess er 108. Og þá finnum við lausnir að rætur margliðunar. X er það jafnt og mínus b, mínus 6, pluss mínus rótin af d, deilt með 2a sem eru 6. Einföldum þessa stærð. Rótin af 108 reynist vera 6 sinnum rótin af 3 og þá getum við deilt þessu bara, skipta þessu upp í 2 liði. Mínus 6 deilt með 6 er mínus 1 og pluss mínus 6 sinnum rótin af 3 deilt með 6 verður bara pluss mínus rótin af 3. Nú, þá getum við sagt að Q af x er 3. Við þurfum að muna alltaf eftir að setja a-ið fremsta stöðlinn hérna framfyrir. En svo getum við bara búið til 2 svega og dregið þessa rætu frá. Og fyrst það er hérna mínus 1, þá verður það pluss 1 hérna. Og svo kemur pluss mínus rótin af 3, þá setjum við bara pluss í annars vegan og mínus í hinn.
Nú, þá hefur við bara rétt eftir að hnýta þetta saman. P af x þá x mínus 2/3 sinnum q af x. Það x mínus 2/3 sinnum þrisvar sinnum svíin x plus 1 plus rótin af 3 sví lokast. Næsti sví opnast x mínus 1 mínus rótin af 3 sví lokast. Ég veit að þetta sést frekar illa út af vassmerkinu hér. En þið sjáu vonandi betur næstu línu sem þannig að við tökum þennan þrist og margföldum inn í fremri svigan. Þannig að þá fáum við þrisvar sinnum x sem 3x og þrisvar sinnum mínus 2/3 sem verða bara mínus 2. En hinir 2 svigarnir verða síðan óbreyttir. Þannig erum við búin að fullþátta p af x.